styttist í þetta að bresta á, bara hvernig standið á FH-liðinu það kemur að fyrsta leik? Við erum bara nokkuð góðir, bara allir heilir og klárir í slaginn og erum búin að æfa vel og við erum bara tilbúinir í fyrsta leik úti í Vestmannaeyjum á sunnudaginn og mikil tilhlökkun. Búin að fylgjast eitthvað vel með veðurspánni í aðdraganda leiksins? Já, þetta er búið að vera svolítið skrítið veðri núna undanfarið en næstu dagar virðast vera svona þokkalega rólegir, þannig að við búumst bara við fínum degi í Vestmannaeyjum. Það er bara spurning hvar við þurfum að sigla, hvort það verður Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn en undirbúningurinn hjá okkur verður bara flottur og við verðum klárir í slaginn á sunnudaginn. Er erfitt að lesa þetta IBVF-lið með nýjan þjálfara? Já, algjörlega. Við reynda spilum við þá líka í skessunni í vetur og fengum svona smjörþefinn af því sem þeir eru að reyna að gera. Svo náttúrulega gátum við séð á í bikarnum á móti Þrótti, þannig að það eru svona ákveðnar vísbendingar hvað Alexander Linda er að reyna að gera með liðið sitt varnar og sóknarlega og við þurfum að reyna að finna einhverja veikleika í IBF-liðinu. Við erum svona frekar neðarlega í öllum spám. Hötti Magvan og tala að vera eitthvað að vanlesa í styrkleika FH-liðsins. Getur þú tekið undir það? Ég ætla mér ekkert að vera að ofgreina þessa spár eitthvað. Ég er bara með leikmannahópinn fyrir fram með mig svona nánast í á hverjum degi og þetta er ekki okkar markmið að enda í þessu sæti sem okkur hefur verið spáð svona sirka. Við ætlum okkur stærri hlut en það og stefnan er sett á að komast í Evróp-playoffi. Það er klárlega okkar markmið og við sem hópur bara erum algjörlega klárir í það og ætlum okkur stóra hluti í sumar og ætlum okkur að vera spennandi en á sama tíma náttúrulega er verið að breyta aðeins frá því að var gert undanfarin ár og leikstíllinn breytist að einhverju leyti og það mun alveg taka einhver tíma að halda áfram að þróa það en við förum samt inn í hvern einasta leik og fyrsta leik í deildinni bara til þess að vinna. Við erum ekki að hugsa þetta neitt öðruvísi að þróa okkar leik en þetta förum við inn í hvern einasta leik til þess að vinna og við ætlum okkur upp í efra play-offi, það er alveg skýrt markmið okkur. Og með hvernig bara undirbúningstímabilið hefur þróast og þróunin verið á liðinu? Já, þetta hefur náttúrulega verið svolítið upp og niður. Við höfum ná góðum hálfleikjum hér og þar. Við höfum náð fínum framistöðum 90 mínútur líka. Leikurinn á móti Þrótti var mjög flottur og svona aðeins upp og niður en þá allavega færðu tækifæri til þess að vinna í hlutum sem fóru ekki eins og þú vildir í þeim leikjum, þannig að undirbúningstímabilið hefur bara nýst okkur ansi vel og við höfum spilað mikið af leikjum og bara eins og ég segi ánægður með fullt en líka fullt sem við þurfum að bæta og það verður líka verkefni inn í tímabilið, einn leik í einu en vinna leiki en við þurfum að halda áfram að vinna í okkar gildum bæði varnarlega og sóknarlega og það skiptir alltaf gríðarlega miklu máli inn í þokkalega langt tímabil eins og bestadeildin er náttúrulega núna og koma sterkir inn í play-offi þegar þar kemur. Kannski einn helstu umræðupunktur FH eru náttúrulega mörkin sem eru farin úr liðinu með leikmannum eins og Birnir Daniel og Sigga Hall. Er verið engar áhyggjur af því að fylla í þau mörk? Það er náttúrulega gríðarlega, það er bara leiðilt að missa þessa leikmenn. Þetta eru náttúrulega frábæri menn og skoruðu mikið af mörkum og auðvitað þarf alltaf að finna leiðir til þess að skora mörk í fótbolta og þeir klárlega skilja eftir sig skörð. En það er ekkert sem við erum að hafa áhyggjur af núna. Við erum bara að vinna í því sem við höfum fyrir framan okkur og einn leikur búinn í bikarnum og við skoruðum þar 4 mörk og hefum sjálfsagt getað skorað fleiri. Þannig að ég hræðist ekkert að FH-liðið sumar get ekki skorað mörk en það er náttúrulega verður ekkert auðvelt því að það er fullt af góðum liðum í þessari deild og það mun taka mikið til þess að komast í góðar stöðu til þess að skora fullt af mörkum og það verður erfitt og krefjandi en við þurfum að vera klárir í það.